Og föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir í aðra sálma. Við ætlum að fara yfir í íþróttir. Götu hjólreiðar nánar tiltekið, en það fór hópur hérna frá Íslandi og keppti á PostNord U6 mótinu í Svíþjóð á dögunum. Hingað til mín eru komnar 2 Siljur til þess að segja mig betur frá því. Silja Rúnarsdóttir og Silja Jóhannesdóttir. Verið hjartanlega velkomnar báðar 2. Takk fyrir. Sko ef við byrjum bara á, þið fóruð á þetta mót í Svíþjóð, keptuð. Sko hvernig, ef við byrjum bara á því, hvernig kom það til að þið fóruð út? Já, við fengum bara boð frá Hjólreiðasambandi Íslands. Þeir velja bara afrekshóp til að senda út og hafa það samband við hjólreiðafélögin og þau tilnefna fólk. Var þetta ekki bara ævintýri? Náttúrulega bæði að fara og keppa úti og svo eins bara komast til útlanda, það hefur ekkert verið sjálfgefið upp á sig kannski? Nákvæmlega, jú, þetta var alveg mjög dýrmæt reynsla. Flest sem höfum farið út höfum ekki farið áður. Það hefur verið farið alltaf með yngri, U23 hópur hefur farið áður erlendis að keppa og svo hefur verið farið að heimsmeistaramót í götuhjólreiðum með nokkra aðila, þar á meðal einmitt Hafdís síðan frá Akureyri. Já. Þannig að þetta svona dálítið eins og sérstaklega fyrir okkur stelpunar. Við erum yfirleitt að keppa 10-15 í elítflokki heima, en þannig vorum við alveg 46 manna hópi. Þannig að þetta er svona... Það er svona munur á... Já, þetta er svona dálítið öðruvísi aðstæður, þannig að það er mjög dýrmætt að ná sér þannig reynslu fyrir, svo ef maður kemst einhvern tímann á stærri mót, sko. Já, og fyrir svona fólk, sko, sem situr heima og velta fyrir sér, sko, hver er munurinn á götuhjólreiðum og bara því að keppa í, sko, hjólu, hvað felst nákvæmlega í þessu hugtaki? Götuhjólreiðar, Já. þá ertu yfirleitt á svona racerhjóli, Já. svona mjóum dekkjum og mikill hraði og bara á góðu malbiki. Já, já. Og það snýst rosa mikið að að spara sér orku, að finna eitthvað til að elta og svona, þetta er mikil taktík í götuhjólreiðum. Það er keppt í nokkrum keppnisgreinum. Það er svona þetta road race eða götuhjólkeppnir, þar sem að yfirleitt farið lengri vegalengdir. Ég held að lágmarkið sé eitthvað í kringum 80 km eins og fyrir okkur konar 100 og eitthvað fyrir kalla. Svo er tímatökukeppnir sem yfirleitt styttri og kriteriumkeppnir, þar sem að er svona nokkurs konar útsláttakeppni, þar sem hjóla í hringjum. Já. Þannig að þetta er svona líka aðeins fjölbreytileiki í þessu, sko. Það snýst yfirleitt hraða. Og þarna einmitt úti, sko, fengum við tækifæri til að prófa allt þetta, tímatöku, kriterium og bara svona road race. Já, og hvað verður til þess að maður fær áhuga og byrjar í þessu sporti? Sko, fyrir mig var þetta, götuhjólreiðar er náttúrulega búin að vera svona dálítið vaxandi sport bara síðustu ár. Það sem að vakti áhuga minn var að fara í Vá-sæklóþonið sem það hét þá, heitir núna Síminn-sæklóþon. Það var svona ástæðan fyrir ég keypti mitt fyrsta götuhjól. Fór í það og kynntist á þeim tíma Hafdísi Sigurðardóttur og Freydísi Hebu, sem hafa verið mjög áberandi í götuhjólamenningu á Akureyri. Og það er dálítið bara smituðu manna þessari hjólabakteríu, sko. Voru með námskeiðin á Bjargi og námskeið utandyra. Þannig að ég svona leiddist inn í þann hóp og við ákváðum svo fyrir þar síðasta vetur að skrá okkur í þjálfun allar saman. Taka þetta svona, fara all in í þetta. Þannig að ég datt inn í þetta þannig og fór að keppa í rauninni með þeim. Já. Í liði til að byrja með og svo heppnar að fá Silju. Svo kom ég svona inn í liðið í sumar. Búið rosalega fljótt að gerast. Já, því að þú gerði nú bara lítið fyrir og varst Íslandsmeistari. Jú. Já. Það var mín önnur keppni í svona elítflokki á Íslandi. Og bara tókst að vinna hana. Já. Og svo bara þegar búið að afhenda með bikarinn og óska mig til hamingju, þá fæ ég boð bara, vilt þú ekki líka koma með til Svíþjóðar? Þannig að fyrir var mjög stuttur hjá mér og þetta er alltaf gerast á einhverjum ofurhraða. Já. Og nú langar mann bara meira og meira, sko. Já, og það ekki, maður er komin á bragðið að fá bara... Og þú varst þá ekki búin að hjóla neitt rosalega lengi eða hvað? Nei, sko, ég mitt kaupi minn fyrsta racer fyrir 2 árum, vorið 2019. Og er svo bara að hjóla eitthvað svona, það sem er skemmtilegt. Svo bara byrjaði ég að taka svona
markvissar æfingar í vetur, hjólaæfingar og já, þannig ég er búin að vera svona að æfa þetta markvisst í 1 vetur. Já. Og hvernig, núna þið voru að keppa á þessu móti í Svíþjóð og hvað tekur svo við? Eru önnur mót framundan eða hvað gerist næst? Það er 1 bikarmót eftir, það er það sem við erum að leggja áherslu á hérna heima eru bikarmótin sem eru haldin frá maí og fram í lok júlí eða byrjun ágúst. Svona ef COVID hefur ekki mikil áhrif. Það er 1 hérna bikarmót eftir hjá okkur í road race-inu, þessum lengri vegalengdum. Hjólreiðar til Greyjavans er bara að byrja núna næstu helgi. Þannig að síðasta mótið er hluti af þeirri hátíð. Svo kannski held ég að við tökum okkur smá frí frá hjólreiðum og byrjum svo bara að æfa aftur fyrir tímabili næsta sumar. Já. Innæfingar á treinir eða inn í hjólum. Já, maður er ekki mikið að hjóla úti á reisirunum yfir veturinni. Allavega ekki hér sko. Ég held ég séu nú eitthvað að fara út fyrir sunnan. Já. Það sem ekki mikið snjór. Nei, einmitt. Þið látið inn í hjólinn og treinir hann að duga. Já, það er ekkert annað í boði sko, sem er á veturinni. Nei. Og sjáu þið fyrir ykkur að fara jafnvel erlendis aftur næsta sumar að keppa? Vonandi og bara ef tækifæri bjóðast þá mun maður alveg grípa það sko. Svo náttúrulega heimsmeistaramótið þá eftir að halda það í haust. Við áttum fulltrúa hérna frá Akureyri fyrir aðeins og ég sagði að hann hátti sig. Já. Og þær eru báðar, ef við erum alveg í toppbaráttunni, Silja náttúrulega var Íslandsmeistari og hátti sér sem stendur í öðru sæti og ég 3. sæti í bikarmótaröðinni. Já. Freyja í 5. Þannig að við erum alveg. Það væri mjög gaman ef einhver okkar kemist nú heimsmeistaramót. Þannig að mögulega verður það bara strax í haust annars stefnum við næsta sumar. Við bara vonum það besta á þetta. Þetta er alltaf mjög spennandi og ég óska ykkur bara góðs gengis áfram. Þetta er bara brilliant hvað það gengur vel og verður vonandi áfram. Bara takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir að fá okkur. Takk sem leiðis.